Svo virðist, eftir allt sem á undan gengið, að Hallgrímur Helgason rithöfundur vilji halda áfram að rífa niður og eyðileggja. Í fréttablaðinu 7. desember slær hann sig til riddara niðurrifsins og þykist vita allt betur en aðrir. Betur en Sjálfstæðisflokkurinn. Betur en Samfylkingin. Út hrópar þá sem eru að vinna þjóðinni allt til heilla og reynir að kynda undir pólitískri hatursumræðu á Íslandi ofan á allt annað. Ég orðinn svolítið leiður á Hallgrími. Aftur og aftur gengur hann of langt. Hann með Geir H. Haarde á heilanum. Hann uppnefnir forsætisráðherra, kallar hann skjálfhentan, þreyttan og pirraðan, án liðtóða hæfileika sem birtist í hlutverki smástráks með aulabrandara. Talar ákvarðanafælni hans, meðan Geir tekur ákvarðanir á færibandi hvern einasta klukkutíma, hvers einasta dags af stjórn, visku og festu fyrir Ísland. Af mikilli reisn, taugaveiklunnar lust. Í þeirri röð sem þjóðinni til mestrar gæfu á þessari stundu. Það mikill vandi að stjórna landi, ekki síst þegar vandamálin á færi bandi. Hvað á Hallgrímur eiginlega við? Hann að tala sjálfan sig? Það fráleitt að snúa aðdáun í fyrirlitningu með þeim hætti sem Hallgrímur gerir og úthrópa máttarstólpa samfélagsins, Sjálfstæðisflokkinn, sem Hallgrímur virðist á innst inni bera nokkra virðingu fyrir. Og allir vita að eini flokkurinn sem getur tryggt þjóðinni tekjur til framtíðar, ásamt samstarfsflokki sínum í ríkisstjórn Íslands. En svo ræðst Hallgrímur á sinn eigin flokk sem gerir sitt besta líka, Samfylkinguna, og tekur undir ódýrt lífsgröm vinstri grænna sem að græða á neyð þjóðarinnar. Það lítilmannlegt og hæfir honum ekki. Það sára auðvelt að ala á fordómum þá sem með allar byrðar þjóðarinnar á bakinu. Gerir hann sér grein fyrir því hve mikið mæðir á forsætisráðherra Íslands 24 tíma á sólarhring? Heldur hann að það sé eitthvert grín sem Geir H. Haarde að takast á við á hverjum einasta degi fyrir þjóðina? Með slíka hatursumræðu gegn sér ofan á allt annað. Ísland brennandi blokk, segir Hallgrímur. Íbúarnir góna örvæntingafullir út úr reykjarkofinu. Voða sniðugt. Heldur Hallgrímur að ástand Íslands sé til að hafa í flimtingum? Aðstæður þjóðarinnar séu eitthvert grín. Íslandi blæðir og hann leyfir sér að gera lítið bæði úr þjóðinni og þeim sem að bjarga henni af mestu heilindum og alvöru út úr verstu krísu lýðveldistímans. Það þarf að gæta einhvers hófs í málflutningi manna og vera eitthvert vit í því sem þeir segja, sem lögmáluð skaðsemi öfga sem geta búið í okkur öllum. Nú síðast í Hallgrími. Því þetta makalaust lífskrum, rakalaus óvild, sem gerir engum greiða, ekki Hallgrími, ekki Samfylkingunni. Það nóg komið af ofsóknarkenndri og hatursfullri umræðu Hallgríms. Hann hvattur til að líta í eigin barm. Hann skaðar Samfylkinguna
og sjálfan sig. Hann þarf að hætta þessu móðursýkislega niðurrifi og fara að byggja upp með okkur hinum. Hallgrímur virðist ekki skilja vanda stjórnmálanna, vanda raunveruleikans. Hann heldur að gaspursamar patentlausnir í frasakenndum stíl færi okkur út úr graf alvarlegum vanda heillar þjóðar inn í framtíðina. En það er alrangt. Það er mikill vandi að stjórna landi, ekki síst þegar virðing fyrir öllum borgurum þess er höfð að leiðarljósi. Þá er þörf á visku Salómons. Þetta skilur formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra Íslands, Geir H. Haarde. Þetta skilur varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þetta skilur Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta skilur Samfylkingin og forysta hennar. En það virðist ofvaxið skilningi Hallgríms Helgasonar.